Fundargerð borgarráðs frá 15. desember. Við þurfum að bera upp 4. lið til að byrja með. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja 4. lið klappast í 19, gefið merki. Við berum hér upp 4. lið. Fundargerðir borgarráðs frá því 15. desember. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það, gefið merki. Málsmeðferð. Deiliskipulag, Klapparstígur 19, Veghúsastígur 1. Það er borið upp, já, úr fundargerðum borgarráðs. Þeir sem að samþykkja það, já, þeir sem samþykkja það, gefið merki. Einhverjur á móti. Það telst samþykkt með 10 atkvæðum gegn 4. Nei, 11 gegn 4. Já, það á að vanta. Já, 10 gegn 4 fyrirgefið. Það er samþykkt með 10 atkvæðum gegn 4. Þá göngum við til 9. dagskrárliðar og berum upp hlíðarenda annar áfangi gatnagerðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það, gefið merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá berum við upp 20. 2 hjásetur. Samþykkt með 2 hjásetum. Þá er komið að 20. Marta Guðjónsdóttir situr hjá líka. Það var samþykkt með 3 hjásetum. Þá förum við í 24. lið. Gjörum svo vel. Er þetta eitthvað óljóst? Já, 24. liðurinn. Já, nei, ég er ekki komið. Hvað erum við? 24. lið. Það eru kaup félagsbústaða eignum úr eignasjóði Reykjavíkurborgar. 24. liður. Það er 9. liður. Undir fundargerðum borgarráðs frá 15. desember. Þeir sem að samþykkja kaup félagsbústaða eignum úr eignasjóði Reykjavíkurborgar, gefið merki. Eru þið tilbúin til þess að greiða atkvæði? Einhverju á móti? Það er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er það 25. liður undir fundargerðum borgarráðs frá 15. desember. Lántaka félagsbústaða, einföld ábyrgð. Þeir sem að samþykkja það, gefið merki. Einhverju á móti? Það er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. 27. liður viðaukar við fjárhagsáætlun. Þeir sem að samþykkja það, gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá leggjum við fram, þá göngum við til 9. liður á dagskrá sem eru fundargerð forsætisnefndar frá 16. desember. Fundargerð íþróttar- og tómstundaráðs frá 2. desember. Fundargerð mannréttindaráðs frá 9. og 13. desember, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 28. nóvember og 2. desember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 14. desember, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 14. desember og fundargerð velferðaráðs frá 1. desember. Þá erum við komin að lið 10 í útsendri dagskrá og það er tillaga um að fella